Hér sitjum við séra Halldór Gunnarsson í Holti, Geir Voge og spjöllum landsins gagn og nauðsynjar. Í dag Jónsmessan 2026 og við ætlum að spjalla öðru sinni, þetta þáttur 2, stjórnmálaástand á Íslandi. Þjóðin, ungir sem aldnir, lýsa æ oftar vonbrigðum sínum með tök stjórnvalda á stjórnmálunum í landinu. Menn hafa áhyggjur af verðbólgu, menn hafa áhyggjur af háum vöxtum, menn hafa áhyggjur af verðtryggingunni umfram allt annað. Í síðasta þætti spjölluðum við verðtrygginguna og tökum upp þráðinn hana þar sem þar var frá horfið. Já. Séra Halldór, þú hefur ákveðna skoðun á verðtryggingunni. Já, ég lýsti því nú mjög vel í fyrri þætti og var nú dálítið heitur þegar ég ræddi það. Minn góði vinur, séra Geir. Núna mér efst í huga þessir yndislegu dagar sem við erum búin að eiga hér á Suðvesturhorninu í framhaldi af 17. júní. Og aldrei þessu vant var þessi hátíð margt minnisstæð, meðal annars í ávarpi fjallkonunnar í því ljóði sem þar var lesið, sem að höfðaði til okkar það að hætta að rífast og horfast miklu frekar í augu við hvað við ættum og hvaða stórkostlega stöðu við hefðum með Ísland. Við getum ef til vill sem gamlir menn tekið upp þráðinn, séra Geir, og farið að rifja upp söguna. En mér nær að halda að alveg eins og kristin kirkja á Íslandi að tínast vegna þess að kristinfræði í skólum og barnaskólum var bara aflögð og sett undir samfélagsfræði, þar sem að næstum ekkert talað um það sem að æskan verður að eiga í fararteski til þess að vita hvernig við förum að því að sækja kraft og bænheyslu með bænum og skilning á hvað heilagur andi og skilning á því hvað fermingarundirbúningur og skilning á því að sagan geymir þessa sögu með þeim hætti að hún verður ekki yfirstrikuð. Alveg eins finnst mér að nú sé komið fyrir okkur Íslendingum að fólk sem svona 30 ára eða ungt fólk, kannski að 40 eða 50, það þekkir ekki sögun okkar. Hún ekki lengur kennd. Sagan sem grundvöllur að því að við erum Íslendingar. Já. Og í framhaldi af þessu hörku viðtali sem mér fannst við eiga verðtrygginguna, lífsgæðin og alla þessa möguleika sem við höfum með landhelgina og lögsöguna og heita vatnið og allt þetta, þá vil ég núna biðja þau að rifja upp með mér þá stöðu þegar Jón Sigurðsson var á þjóðfundinum 1851 og var að mótmæla ákvörðun Friðriks VII það að gera Ísland að amti í Danmörku. Þarna var staðið í fæturnar og þarna var sagan sögð á svo einbeittan og skýran hátt að Íslendingar skildu. En það var líka allt sem Jón Sigurðsson hafði gert áður og að gleymast hvernig hann hélt á þeirri baráttu að ná því sjálfstæði sem við náðum. Við erum jafnilega að tala hvernig við töpuðum sjálfstæði 1262 með gamla sáttmálunum og að fá einhver skip
en miklu nær okkur í sögunni barátta Jón Sigurðssonar og á hvaða tímamótum við vorum þegar það átt að gera okkur að dönsku fylki. Já. Og sú barátta vannst fyrir Jón Sigurðsson. Já, mjög fyrir hans tilstuðlan, en við mögum ekki gleyma því að þetta alþingi Íslendinga lognaðist út af og lagt niður aldamótin 1800. Og fljótlega tóku Íslendingar í Kaupmannahöfn, stúdentarnir þar og forystumenn okkar sem að jafnan voru í Kaupmannahöfn, upp baráttuna fyrir því að endurreisa alþingi. Og á stéttaþinginu 1831 var konungur, frjálslyndur konungur, nefndur svo, Kristján konungur sem verið hafði nokkra mánaða skein konungur Normanna, 1814. Hann tók vel í óskir og kröfur Íslendinga endurreist alþingis og hét endurreist alþingis. Þegar að stéttaþingi var boðað saman þá var okkur ætlað að vera í hópi eidana, en við afþökkuðum að vera með í stéttaþinginu og þeirri forsendu að við værum ekki danir. Og aftur kemur þetta viðhorf danana til ríkisheldarinnar fram þegar að boðað til þjóðfundarins 1851. Alþingi var endurreist, Friðrik konungur 7. sem tók við af Kristjáni, þeim sem ég nefndi áðan, hann efndi það fyrirheit sem Kristján hafði gefið að endurreisa alþingi, það var gert 1847 ef mann rétt. Og síðan var boðað til þjóðfundarins 1851 til þess að setja landinu stjórnarskrá. Sendimaður konungs, greifinn sem kom með stjórnarskrárdraugin, dönsku, lagði þau fram og vildu að Íslendingar samþykktu þau. Já. En Íslendingarnir höfðu aðrar önnur áform því þeir voru sjálfur með sín eigin drög að stjórnarskrá sem þeir lögðu fram og vildu ræða. Og það þingið, stjórnlagaþingið þetta, eða þjóðfundurinn, gekk eiginlega út á þvarg það hvort það ætti að ræða dönsku tillögurnar sem gerðu ráð fyrir því að Ísland væri hluti af danska ríkinu, amt í Danmörku, eða hvort að landið ætti að fá þá stöðu sem að Jón Sigurðsson og Íslendingarnir vildu að hefði. Já. Sem sérstök ríkisheild innan danska ríkisins. Já. Og þar byggir Jón Sigurðsson algjörlega á sögulegum rökum. Ef við tölum aðeins aðferði Jón Sigurðssonar, ég held að það skipti máli. Jón Sigurðsson varð ekki til úr engu. Sem ungur stúdent fékk hann starf sem biskupsritari hjá Steingrími Jónssyni biskupi í Laugarnesi við Reykjavík. Já. Og hann satt þá á gríðarlegu magni af merkilegum skjölum sem voru skjöl biskupsstólsins á Hólum og skjöl biskupsstólsins í Skálholti. Já. Og þar til viðbótar sat hann á miklu skjalasafni úr Reykholti í Borgarfirði sem að Reykhildingarnir sem að voru frá 1569 til í 185 ár samfellt en upp undir 200 ár þegar allt talið, höfðu allan tíman verið mjög nátengdir Skálholtsstól og söfnuðu afritum af skjölum þaðan, auk þess sem að þeir söfnuðu miklu afritum af landskjölunum. Það er að segja konungsskjalasafninu, það er hið opinbera skjalasafn ríkisins. Sem biskupsritari í Laugarnesi hafði Jón Sigurðsson greiðan aðgang að öllum þessum skjalasöfnum, einnig landsskjalasafninu, það er að segja konungsskjölunum, því það er stutt úr Laugarnesi til Reykjavíkur. Og hann lá í þessum skjölum meðan hann var í Laugarnesi í 2-3 vetur, ég man nú ekki alveg hvað var langur tími, og sökti sér ofan í þessi skjöl. Og þegar hann byrjar sem ritstjóri fornbréfasafnsins, Diplomatarium Islandicum, að þá skrifar hann formála og segir í þessum formála eitthvað á þá leið að skjöl og ritaðar heimildir séu hinn vissasti og áreiðanlegasti grundvöllur sögunar í hverju landi sem segir Jón.
og leggur áherslu á það að allar kröfur Íslendinga í þjóðfrelsisbaráttunni verði að grundvallast á skjallegum heimildum, sem áreiðanlegustum heimildum. Og það gerir hann svo sannarlega í þrefinu á þjóðfundinum sem við vorum að tala um. Og frægt að þegar að greifinn sleit þinginu og sendi menn heim af því að þeir voru óhlýðnir og vildi ekki ræða dönsku tillögurnar. Já, þá risu þeir upp og sagði við mótmælum allir. Sagði Jón. Jón sagði ég mótmæli í nafni konungs og þjóðarinnar, segir Jón. Já, þá stóð þingheimur upp og sagði við mótmælum. Meiri segja konungskjörnum þingmennir, embættismennir. Sko, ég að opna á þetta og þakka þér fyrir þessa yfirferð þekkingar sem þú hefur. En ég að opna á þetta með tilliti til þess að gagnvart þessari stöðu sem við erum í núna, að láta kanna möguleika á því að ganga inn í Evrópubandalagið, að kanna möguleika sem það ekki, við vitum það að þetta bara þvættingur, þessi setning hreinn þvættingur. Nei, allir möguleikarnir liggja fyrir, all aðferðin liggur fyrir, þar sem verið að reyna að fá þjóðina til að gera, að narrana til þess að fallast á það að við förum í viðræður við Evrópusambandið. Viðræður hvað? Viðræður innleiðingu landsins í Evrópusambandið. Það ekkert boðið upp á neitt annað. Nei. Það áframhaldandi innleiðing sem þegar hafin samanber bókun 3 sem liggur fyrir að samþykkja eða orkupakkarnir eða allt þetta sem við erum búin að gangast undir án þess að þjóðin hafi tekið þátt í að ræða það eins og loftslagsskattarnir og allt þetta. Ég byrjaði, Geir, til þess að kalla eftir því að þú hjálpaðir mér að rifja það upp hvers virði barátta Jóns Sigurðssonar var og á að vera okkur enn í dag. Því að við erum ekki í fjarlægð 1262, við erum í fjarlægð bara örfá ár þegar Danir ætluðu að gera okkur að amti, og það var bara fyrst og fremst fyrir baráttu eins manns sem þekkti söguna og hafði kynnt sér skjölin sem að þú varst að höfða til og lagt það upp og hóf síðan baráttuna út í Danmörku með endalausum fundum við... Já, förum yfir það hvað Jón Sigurðsson, hverju hann hélt fram. Hann skrifar 1847 þegar að Alþingi endurreist, minni mig frekar heldur 1849, þá birtir hann í nýjum félagsritum grein sem heitir Hugvekja til Íslendinga, og sú hugvekja að öllu leyti snilldarverk. Í fyrsta lagi notar hann sem yfirskrift kvæði eða hluta af kvæði, sama kvæðið og Þormóður Kolbrúnarskáld kvað eftir morgunbænir á Stiklarstöðum í Noregi þegar Ólafur Digri féll og varð Ólafur Helgi ári síðar. Þetta talið danskt kvæði að uppruna, Bjarkamál hinn fornu. Jón notar þá þetta ráð að beita þeirra eigin vopnum á þá sjálfa, því að sé það rétt að kvæðið sé danskt að uppruna, að þá hentaði það prýðilega því að Danir voru mjög fjölmennir í andstæðingaliði Ólafs forðum og Danir voru andstæðingurinn 1847 þegar Jón skrifar Hugvekju til Íslendinga. Dagur upp kominn, dynja hana fjæðar, mál vílmögum að vinna erfiði, skrifar Jón sem yfirskrift Hugvekju til Íslendinga. Og síðan tekur hann upp þráðinn í ritgerðinni sjálfri og minnir á það að Íslendingar gerðust aðilar að Noregsveldi með gamla sáttmála 1262-4 með skilyrðum. Og Jón fer yfir það líka bæði þar og víðar í sínum ritum hvernig við endurnýjuðum þessi skilyrði og héldum því vakandi kynslóð fram af kynslóð. Ásildarmýrar samþyktin á 15. öld til þess að sporna gegn
yfirgangi vaxandi konungsvalds. Við stóðum fastir á því að við hefðum ákveðin rétt gagnvart konungi, rétt sem við sækjum til gamla sáttmála og til þeirra ítrekana sem gerðar voru æ síðan, kynslóð eftir kynslóð, á þessum samningum sem eru grundvöllur þess að við erum hluti af Noregs veldi. Síðan gerist það að Svíar ráðast á Kaupmannahöfn á 17. öld og danski aðallinn sem átti að mæta á staðinn til að verja ríkið lét ekki sjá sig. Þannig að það voru borgarar Kaupmannahafnar og stúdentar og aðrir borgarbúar í Kaupmannahöfn sem vörðu Kaupmannahöfn fyrir árás Svía og hrundu henni. Og borgararnir tóku höndum saman við konungsvaldið og breyttu stjórnskipan Danmerkur með því að gera konunginn einvaldan og konungdæmið arfgengt. Þannig var það ekki áður. Það var þannig áður að í hvert einasta skipti sem konungaskipti voru, þá var ríkisarfin borin upp við þingin í landshlutunum. Borin upp við Norðmenn, borin upp við Dani, borin upp við Íslendinga. Og að vísu þá var það þannig í reynd að við völdum alltaf sama kongin og allir hinnir höfðu gert. Þannig kusum við Margréti fyrstu eða Margréti miklu yfir okkur sem húsbónda yfir öllum Norðurlöndum og þannig kusum við jafnan aðra konunga sem að stóðu til ríkisarða hér. En býttu við verðum að fara yfir þetta Halldór, þetta skiptir máli. Einveldið sem við gengumst undir nauðugir í Kópavogi 1662 breytti engu í sjálfu sér hérna við afsöluðum okkur þá þeim rétti sem við höfum haft til þess að kjósa yfir okkur konungin en við héldum eigi að síður öllum gömlu ítrekununum frá gamla sáttmála að við bjuggum við eigin lög. Við höfðum eigin lög, tókum ekki við dönskum lögum. Lög voru birt hér á íslensku og viðtekin af Alþingi. Ég man eftir einni undantekningu frá því að við byggjum við íslensk lög. Það eru lög Kristjáns konungs frá 1623 eða 4 það er norska kirkjuordinatjan. Ekki ordinatjan sjálf heldur norsku kirkjulögin. En þetta er undantekningin. Þó að væri hér einveldi og konungur færi í æríkari mæli að stjórna með tilskipunum, þá héldum við alla tíð áfram að krefjast þess að ná innlendum lögum. Jónsbók var okkar lögbók. Já, og er ennþá gildi að hluta til, já. Nú leggur konungur Friðrikur VII niður einveldið 1847 48 verður hann konungur. Það er 1848 sem hann leggur niður einveldið. Hann er síðasti einvaldskonungurinn í Danmörku, danska ríkinu, til þess að svara uppreist sem var verið að gera, lagði hann sjálfur niður einveldið og tók ákvörðun það að framvegis væri Danmörku stjórnað með ríkisstjórn í hans nafni. Hann tók upp þingbundna stjórn með öðrum orðum. Og sú stjórn átti að stjórna okkur, við mótmæltum. Jón Sigurðsson mótmælti, benti á það að þegar að konungur hefði lagt niður einveldið, þá tæki við það fyrirkomulag sem var fram að einveldinu. Það er að segja að við áttum fulla hlutdeild, við áttum að eiga fulla hlutdeild í stjórn landsins. Og það er krafa Jóns sem að hann hélt mjög eindregið fram. Þegar að Danir, hvað eftir annað, síðast 1871 hefði settu stöðulögin stöðu Íslands innan danska ríkisins, þá mótmæltu Íslendingar alltaf eins og þeir höfðu gert á þjóðfundinum og sögðu við erum ekki Danir, eins og þeir höfðu reyndar gert á stjórnlagaþinginu líka þar sem við neituðum að vera með af því að við erum ekki Danir.
Og Jón hélt því fram og Íslendingandi stóðu á því fastar en fótunum að Íslendingar ættu hlutdeild í stjórn landsins. Ættu að eiga hlutdeild í stjórn landsins. Þá sögðu Danir, nú eru þið undir danska þinginu því að konungur hefur lagt niður einveldið í Danmörku. Þá segir Jón, já það varðar okkur ekkert um. Við höfum konungin. Við höfum konungin, sagði Jón alltaf. Konungur hefur ekki lagt niður einveldið á Íslandi. Hann lagði niður einveldið í Danmörku, en við höfum konungin. Í hvers skiptir sem danska þingið ætlaði að láta okkur ganga að einhverju lagasetningu eins og stöðulögunum frá 1871. Þá sögðu Íslendingar, nei, þessi lög ná ekki til okkar vegna þess að við höfum konungin. Og þetta þvarg allar götur til 1874 þegar Kristján IX kemur hér og veitir okkur stjórnarskrá, gaf okkur stjórnarskrá. Hann stendur fyrir framan stjórnarráðshúsið í miðbæ Reykjavíkur og heldur á stjórnarskráni frelsisskrá í föður hendi, sagði skáldið í miklu kvæði þar sem konungur mærður fyrir það að veita okkur frelsi undan einveldinu og eftir það var leiðin greið, tiltölulega greið áfram til ársins 1918 þegar við urðum frjálsir og fullvalda á nýju. Já. Sko, þetta náttúrulega mjög gott að þú skulir rifja þetta upp með þessum hætti. Ég samt í framhaldi að fyrri þætti þá ætlaði ég fyrst og fremst að ná því fram hvernig barátta Jóns Sigurðssonar sem að við miðum oft við einmitt þessari örlega stund í menntaskólanum á Akureyri. Í Reykjavík? Nei, lærðaskólanum í Reykjavík. Í lærðaskólanum í Reykjavík. Og hvernig Trump greifi sem stjórnaði fundinum sleit fundi þegar hann sá að jafnvel konungskjörnir fulltrúar voru með Jóni í því upplaupi sem þá var. Og við erum núna í þessari örstuttu fjarlægð frá því þegar þessi sjálfstæðisbarátta var mótuð með svo sterkum hætti að við ættum að geta staðið á grunni þess og alls þess sem Jón gaf þjóðinni og við erum að tapa því á þessari stundu, Geir. Við erum að tapa því með tilliti til þess að jafnvel meiri hluti þjóðarinnar ætlar að gangast undir það að láta frelsi þjóðarinnar í hendur Evrópusambandsins þar sem að við munum missa yfirráð yfir öllu þessu sem við eigum í dag. Landgrunninu, 12 mílunum, vatninu. 200 mílunum? Það er landgrunnið, 200 mílur og 12 mílur og heita vatnið og allt þetta sem við rættum að við getum með einföldum hætti tekið ráðin í okkar höndur og búið til farsælt Ísland á ný. Við höfum ráðin í okkar hendi, Halldór, en það sem okkur vantar stjórnvöld sem að hafa hagsmuni landsins fyrst og fremst fyrir augunum. Við höfum búið við stjórnvöld sem að teygja sig í áttina til þeirrar alþjóðahyggju sem að fyrst og fremst hinn alþjóðlegi stórkapítalismi. Við höfum verið að henda frá okkur og selja af hendi lögsögu yfir eigin málefnum í stórum stíl að undanförnu og þetta skref sem framundan núna stærsta skrefið. Ég vona að þjóðin hafni þessu. En sér Geir, sko, það sem ég að reyna að fá þig til þess að nálga stöðuna í dag. Hvernig stendur á því að við erum með ráðamenn og jafnvel forseta sem vaknar ekkert upp við það þó hann flýti fallega ræðu 17. júní að við erum að missa sjálfstæði landsins. Við erum búin með undirskrift aftur og aftur ráðherra að gefa eftir það sjálfstæði sem að sitja okkur í þrot.
Hvað loftslagsskattana sem engin veit hvert renna? Hvað alla þá peninga sem þó að alþingismenn í stjórnarandstöðu sé að spyrjum hvert hafa þessir peningar farið, þá þeim alþingismanni ekki svarað. Hvað ráðherra sem segir að það sé ágætt að láta þessa loftslagsskatta ganga yfir eimskip og flugleiði, þannig að þessi félög sem byggja á þessari sjálfstæðisbaráttu sem var mörkuð af Jóni Sigurðssyni og framhaldi, að við munum ef til vill tapa þessum báðum fyrirtækjum vegna þess að ráðherra neitaði að nota þann rétt sem hún hafði. Viltu aðeins koma inn í það hvar við stöndum? Já, ég held því fram, eins og Jón Sigurðsson, að skjöl og ritaðar heimildir séu vísasti og áreiðanlegasti grundvöllur sögunar í hverju landi sem eins og Jón segir. Og á þeirri vitneskju eða þekkingu sem að hafa úr sögunni einmitt, höfum við byggt frelsi og fullveldi landsins sem við njótum í dag og höfum notið síðan 1918. Frá því að við endurheimtum frelsi og fullveldi þjóðarinnar árið 1918, þá höfum við staðið á sögunni fyrst og fremst. Jón Sigurðsson byggði á sögunni, sögulegum rétti okkar til þess að vera sérstök sjálfstæð þjóð. En það sem ég ætla að segja í framhaldi af því, ég held að þú spurðir og ég svara, ég held að það sé fyrst og fremst vanþekking eða með öðrum orðum óvitaskapur. Að vita ekki óvitaskapur. Það óvitaskapur yngri kynslóða Íslendinga sem að enga Íslandssögu hafa lesið í skóla eða lagt sig eftir að kynna sér. Fyrir utan það náttúrulega að það hefur verið í tísku núna í áratugi að afflytja söguna. Að taka ekki mark á sögunni eins og hún hefur hingað til verið lögð til grundvallar, heldur að skýra alla hluti út frá einhverjum allt öðrum forsendum heldur en liggja sögunni til grundvallar. Og það þessi óvitaskapur sem að getur verið, já, vil ekki að segja, jarðvegurinn fyrir illgresis gróðri eins og þeim sem að borin á borð fyrir þjóðina núna, að þetta skipti frelsi, að fullveldi þjóðarinnar skipti engu máli. Fullveldi þjóðarinnar, réttur þjóðarinnar til þess að stjórna eigin málum og ráða eigin lífsgæðum. Þú nefndir heita vatnið og þú nefndir fiskimiðin og ráð okkar fyrir okkar eigin málum. Þetta skipti engu máli. Og það kannski það sem við byrjuðum á sem veldur þessu, í fyrsta lagi óvitaskapurinn, að vita ekki og láta sig ekkit varða söguna, og svo hitt að taka ekki mark á staðreyndunum. Það verið að leið okkur inn í Evrópusambandi, það ekkit verið að leið okkur til í einhverju lýðræðisveislu til þess að taka afstöðu til þess hvort við viljum viðræður eða ekki viðræður. Ef að þjóðin segir já í haust á höfuðdaginn, þá erum við komnir á flugaferð inn í Evrópusambandi. Því það ekkit hægt að skoða eitt eða neitt. Þjóðin mun þá segja að hún vilji inngöngu og innleiðingu Íslands í Evrópusambandi, sem þýðir það að í Brussel verða allar ákvarðanir framvegis teknar fiskimiðin, orkuna, utanríkisstefnu okkar í stóru og smáu. Allir þeir samningar, fríverslunarsamningar sem við höfum gert til dæmis við Kína og ýmsar þjóðir í Asíu, þar sem framtíðin núna, af því að gamli heimurinn óðum að slokna út. Allir þessir samningar falla niður. Og við verðum aðilar að Evrópusambandinu í staðinn og þeim samningum sem Evrópusambandið hefur gert við aðrar þjóðir. Við ráðum ekki utanríkisstefnu okkar lengur. Við ráðum ekki
yfir auðlindum okkar lengur og við verðum svo sem eins og lítill hreppur útnári í Evrópusambandinu. Menn segja við fáum sæti við borðið. Hvaða borð? Við fáum einhver fáein sæti á Evrópuþinginu og við fáum nokkur 100 eða kannski nokkur 1000 embættismenn í Brussel sem einhver ráða út af fyrir sig málefni landsins. Þeir taka bara þátt í stóru vélinni sem þar gengur automatist ár eftir ár. Þingmenn í Evrópuþinginu ráð ekki nokkur sköpuðum hlut. Það framkvæmda stjórn Evrópusambandsins sem öllu ræður og allar ákvarðanir tekur. Og við fáum enga aðild að framkvæmda stjórninni. Það getur verið alveg vissum. Ég ætla nú að fá að enda þetta hjá okkur af því að þú ert búin að hjálpa mér með að taka fram söguna og þá segi ég hvaða vörn höfum við? Þurfum við eigum engan Jón Sigurðsson í dag. Við eigum fátt til varnar til þess að ná til fólks vegna þess að sagan ekki kennd í skólum og ég byrjaði á að ræða það og þú ert komin inn á það sem að ég vildi segja með skýrari hætti. Við erum með að því virðist ráðamenn og forseta sem að átta sig ekki á því þegar 17. júní gengur í garð á þeim tímamótum þegar við stöndum frammi fyrir því að taka ákvörðun það á höfuðdegi síðasti ágúst að greiða atkvæði það að afneita sjálfstæði Íslands. Afneita segi ég af því að spurningin að segja já eða nei og þá það orð rétt að afneita. Og hverju erum við að afneita? Við erum að afneita sögun okkar sem ekki lengur kennd í skólum með þeim hætti að þeir ráðamenn sem við eigum í dag, þeir virðast ekki þekkja þessa sögu sem þú fórst yfir. Og hvað getum við þá gert, séra Geir? Kannski þekkja þeir söguna að einhverju leiti eða í brotum en þá varðar ekkit hana. Það það sem hið alvarlega í þessu máli. Býtu við. Þeir láta sig ekkit varða hana né heldur þá lærdóma sem af henni má draga. Býtu, hvernig hægt að segja það? Það koma til varnar? Ef menn þekkja... Nei, ég að reyna að skýra þennan óvitaskap sem að ræður fyrir stjórnvöldum. Ég bara sætti mig ekki við það, Geir, að ráðamenn þjóðarinn í dag, ríkisstjórn og forseti, þeir sem geta skipt sköpum á 17. júní með því að tala þar í anda Jón Sigurðssonar. Þetta var síðasta tækifærið sem þeir höfðu til þess að láta þjóðina átta sig á því að sú atkvæðagreiðsla sem á að fara fram í haust án þess að þjóðin hafi möguleika að koma að umræðunni með eðlilegum hætti. Þjóðin meir og menn í sumarfríi og það gefst ekki tækifæri til þess að rifja upp söguna eins og þú gerðir þó að það væri í stuttu máli. Þá segi ég að þessir ráðamenn að þeir hafa enga afsökun að halda áfram með þetta mál og við endum þar. Gott að hafa tungur tvær og tala sitt með hvorri. Það held ég að þeir hafi gert á 17. júní. Það upp á punt að rifja upp Jón Sigurðsson og söguna. Það upp á punt að vísa til hennar því að ákvarðanir eru teknar á allt öðrum forsendum heldur en þeim sem að jafnan hefur verið gert fram undir þetta. Gott að hafa tungur tvær og tala sitt með hvorri. Já, það ágætt að enda þannig að þú heyrir á mér að nákvæmlega eins og í fyrri þætti þessi mál, þá ég afskaplega heitur og nánast reiður. Þið eigið til lýðveldisinnarnir að verða heitir og reiðir út af minnsta tilefni, en ég vildi að ég gæti sagt eins og Jón sagði forðum á sal lærðaskólans í Reykjavík: ég mótmæli í nafni konungs og þjóðarinnar því ofbeldi sem yfir okkur látið ganga. En það get ég ekki gert því að þið hendu konginum. Ég held, Geir minn, að við þurfum að fá þig á næsta málfund hjá Frelsi og fullveldi
til þess að tala þá stöðu sem við þyrftum að standa í, að vera í sporum Jóns Sigurðssonar í ágúst með snjöllu málþingi þessa nýju stöðu sem Íslendingar standa frammi fyrir, að ætla að afsegja sér frelsi og fullveldi landsins. Við skulum sjá hvernig okkur líður með haustinu undir höfuðdaginn, séra Halldór minn.